Það skal ég pissa nú út gluggann. Það skal ég pissa nú út gluggann. Þetta er engin smá hósti. Verið velkomin í podcastalan. Fuck þetta beat. Fuck þetta beat. Beatið okkar sem kemur að podcastalinu byrjaður. Akkur erum við með það? Akkur erum við ekki bara með þetta sem lag? Ég vil remix. Já, saman. Getur einhver gert remix? Tekið þarna bara, þú veist, YouTube exporter, retta sér þarna introinu og þessu lagi og einhverju mixa þetta saman. Ef það er einhver að hlusta, einhver pródúser sem er til í að taka þetta sér, heyrið í okkur og það sem þið fáið í staðinn er að fá að sitja sem áhorfandi einn þátt. Bara þarna á gólfinu? Já. Ekki í mynd. Var ekki gæðið? Jú. Herrum við langar að byrja á því að biðja ykkur um að fara inn á YouTube og subscribe, horfa okkur, það er svo gaman að horfa okkur. Eins og ef þið væri að horfa okkur í YouTube núna og sjáu að Arnar er í flottasta ból sem er til, það er Birkir Bekkur. Þetta er uppbólsbólurinn minn. Birkir Bekkurbólurinn. Þetta er vanlega ræktarbólurinn minn en núna ég er ekki mæti ræktina þá bara klæðist í honum. Rugglasta logo sögunar, Birkir Bekkur logoið. Birkir Bekkur, okkar maður. Followið Birkir Bekk á öllum miðlum. Já, það er búið að vera líka aukning í eftir að fórum að tala um að gefa okkur review á Apple Podcast. Þá er aðeins að aukast í það. Farið þar og gefa okkur 5 stjörnur. Eru einhver að gefa okkur 1 stjörnu? Það hefur einhver einn eða eitthvað gefa okkur 1 stjörnu. Ég er ánægð með það. Það verður að vera smá controversy. 100%. Og skrifa eitthvað fallegt og síðan náttúrulega bara follow okkur á Spotify og Instagram og öllum þessum miðlum. Og náttúrulega erum aðalega interakta á fólk í gegnum Instagram. Það er lítið að koma inn á Facebookin okkar. Er það ekki fínt? Við erum bara með Facebooki fyrir gamla fólki. Já. Mér finnst pínu, af því að núna er maður líka með svona hljómsveitar akkánta og dót. Mér finnst kerfið á Facebook, skilabóð allt það, ég veit ekki okkur mér finnst það ógeðslega leiðilegt. Ég er miklu líklegri til þess að svara Instagram skilabóðum heldur en Facebook skilabóðum. Já, ég er enda með að stilt þannig hjá mér á öllum þessum fanpages. Þá er ég með stilt þannig að Instagram skilabóð koma líka þangað og þá get ég flokkað þetta allt og ef ég er í tölunni þá finnst mér þægilegt að vinna ekki á Facebooki. Bæði vei, fyrst að ég er í mínu eigin podcasti, þá langar mig aðeins að auglýsa eitt sem við erum að gera. Júluvenner, sýningi mín sem er alltaf í Háskólabíó, hún er ekki í ár en 15. nóvember erum við að fara á stað með niðurtalningu á plötu og þetta er basically jóladagatal sem telur niður frá 15. til 1. desember, þá kemur platan út og hverjum degi erum við að gefa sturlaða vinningu. Má hann þetta eitthvað? Er ekki, þú veist, má þetta? Ég er ekki það í rauninni ekki, en er þetta ekki eitthvað svona, þú veist verður samkeppnis eftirlítið eitthvað hrifað þessu? Má þetta? Hva? Er þetta ekki svona eins og eiga miðil ef ég ætti Vísi og það var alltaf fréttir á Vísi jólatónleikana mína? Er það ekki? Það er mjög ólulegt, það sem þetta gerir alveg bara lögbrot. Nei, þetta er bara eins og þegar 101 Boys stofnuðu 101 Boys. Ólulegt. Það er ekkert ólulegt, þeir voru bara Það má ekki búið til miðil til þess að fjalla sjálfan sig. Og þá voru þið bara þetta var alveg snill, bara út á stöðu Ekki þú er eitthvað að skýta þá, við erum að tala um þig. Ég er ekki að skýta, ég er að segja hvað þessu snill. Það er svo mikið snill. Nei, ég er að segja að þú sér að haga rólulega og þú veit eitthvað, já, en þeir eru líka að gera þetta. Þá má þetta. Því fleiri sem brjóta lögin. En allavega, það sem er að fara í gang og mér langar að segja, bara til að nefna einhverja vinningar, þú veist, það eru vinningar í þetta jóladagatalli. Hverjir eru þeir? Nei, ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvað það er, en það eru vinningar fyrir meiri milljón á nenni og fólk getur, ef þú tekur þátt á hvernig degi, þá eru bara drullu góða líkur á vinnir eitthvað af þessu og bara svo ég taki einhver dæmi, þá eru Þetta er svo siðlaust. 100 áskrána Þetta er svo fucking siðlaust, þetta má ekki. Hvað meinar þetta fucking podcasti mitt? Ég gera þess með fucking sýnistila. Við erum 3 hérna.
þú veist, eins og þið muni njóta góðs að ég gef ykkur eitthvað ég dreg ykkur í leikjunum já, nokkulega alltaf draga við inn í sína leikjunum eitthvað meira, ef við tala CBD nei, jú, við knum reyndarlega tala byrtu CBD Icelandair líka já, ég er náttúrulega á partí því flugfélagi það ekki mikið að gera hjá okkur núna það er rólegt að gera en bara svo ég loki þessu þá er það bara júluvennar júluvennar MC Gauta á Facebook followið það, fylgist með það er að fara rugglaðir hlutir í gang þar og síðan er platan og ég segi hvað margir featured artistar á plötunni bæði veið, þú mættir ekki í tökurnar sem áttur að mæti Þú lést mig aldrei frá nákvæman tímasendingu Nei, það er endur að hárið til þér Þú sagði bara, ég ætla að fá þig í upptökur og ég var bara, já, þú verður bara í bandi, ég kem Síðan sagði ég, er Salka ekki að koma morgun? Já Og skiptir ekki máli Já, hefði við Salka átt að koma saman Já, það hefði verið Já, ég var bara badni og svoandi eða eitthvað Þið eru fyrirgefið En það eru 30 artistar á svo plötu Já Sem er geðt Já Og en fleira var eitthvað pláss Já Fleira var ekki, ég ætla bara aðeins að koma þess að 30 artistar? 30 artistar Ok, Arnar, þegar þú klippið þættin þá byrjum við núna Verið velkomin í podcast á auglýsingafrítt podcast Ég er ekki búin að nefna eitt einasta vörumerki Nei Ég er ekki búin að nefna eitt einasta vörumerki Ég er ekki búin að Það er ekki það langið eða ekki Nei, ég er ekki búin að nefna 66 gráður Norður, Dominos, Tuborg og Iceland og alla hérna frábúr sponsorna sem er að taka þátt í júluvenum með mér Og þú draga þessi ágætu vörumerki núna bara neyri í svaðið með þér Herra, ok Tölum aðeins eitt Getur talað það, ég mætti fyrir sko klukkutíma á korteri Já, nákvæmlega Hvað kom fyrir Arnar? Nei, ég skal segja þér út af hverju þú mætti fyrir klukkutíma á korteri að því að síminn okkar pípar á mótnana að því að við erum ábyrgir og þá kemur upp podcastalinn og klukkan 9:00 en við höfum alltaf verið að mæta 8:30 sko, því að Arnar sem er ekki með andlit hann hefur verið að fara fram á það sem mætum við sem bara flott og við í raunum verum mætum hérna og erum að, þú veist, skúra og hella bara kaffi fyrir staffi og svona taka á móti binnulöfi og okkur fyrir liði, skilur og síðan hérna ringjum við Arnar og Arnar sem er ekki með andlit og hann var eiginlega ekki með rödd í morgun heldur Hvað skeiði þið? Halló Hvað skeiði þið? Hringdi vekjaraklukkan ekki? Hvernig vekjaraklukk ertu með? Ég sagði hvað er þið? Hann ekki heima bara fyrir utan Sagði það? Glemdi símanum Sagði það í alvöru? Ég glemdi símanum heima, ég er frá sækjan Nei, ég er náttúrulega bara kom fuck, við erum fucked skilur þú veitur bara eitthvað er þetta heima þeirra? Og ég eitthvað sagði ekki svona ég bara eitthvað dríðuði kallinn og ég eitthvað ok, er að dríða mig en það sem gerðist var, ég er ekkert með hana fokkin afsökun ég var með, þú veist, 5 vekjarklukkur stiltar og svo vaknaði ég bara 10:09 þess ég hafi bara ætlað að vakna þá og þá bara Sást í gegnum vekjaraklukkunni að snúsa þér í svefni? Ég held ég gerði þetta allt saman ég held ég að snúsa svona miðað við hvernig klukkan leit út þá var snúsið mitt komið í mínus hafið þessi mínus tíma á iPhone snúsið ég er ekki að djóka, ég lendi í þessu Ég skil ekki eins og hvað þú segja Nei Þú veist, ég myndi ykkur mínus tíma að þið ítir á snús þá kemur svona, ok, 5 mínútur svo ítir á snús, 5 mínútur og ef þú ítir ekkit á snús þá telur tíminn í mínus fattar mig ef hún hringir bara þá telur hún bara tíma sem hún er að það bara rifnar gata á tíma og rúm Já, þú veist, eitthvað þannig ég, þú veist, held þetta að vera símin en þetta var eiginlega bara að ég var eitthvað að horfa á Joe Rogan í nótt eitthvað Sofið með síman hliðin okkur Já, ég get ekki vaknað að vera í öðru herbyggi Jú, trikki mitt er einmitt að hafa síman í öðru herbyggi og þá þarf ég að byrja eitthvað svona vekjaraklukkan mín Er þetta vekjaraklukkan? Já, og ég skil ekki ég er búin að reyna að finna alls konar leiðir til að lækka ég er stundum með mismundi, ég er líka með eitthvað Ég kann að lækka þetta Kanntu það? Já, ég var í svona ár ég fann aldrei úti, konum minn fann úti Ok, hvernig gerum við það? Sjáðu þetta hana Hvað var hún í morgun? Hún er í bústað Gamli Annars var ég mættur Þú, einmitt, ég var líka eitthvað spáðis ég var bara eitthvað, varstu eitthvað bara upp í rúmi og horfa á Joe Rogan eitthvað langt frá morgun og sefur yfir og hún allan tíman bara eitthvað
hefi kamó. Nei, en sko Býtu, please, segðu mér hvernig ég lækki þú ferð inn í hvern einasta tón fyrir sig, svo notar bara voljumtakkan. Já, að þið veistu ekki, ég googlaði um daginn og þá stóð bara, lækkaði bara voljumið og ég lækkaði bara voljumið í símanum. Ég gerði það líka. Herri, og síðan vaknaði ég aftur daginn eftir bara brem og hérna sko Shit, þetta ekki svona flókið á Samsung símanum mínum. Við erum ekki bara barnið þess veginn við það. Jú, ég ekki notað vekjaraklukku í 10 mánuði. Ég nefnilega, sko, við búum á 2 hæðum og stundum sefur Ertu með síman niðri eða? Nei, við búum Nei, ég ætla að leiða mér bara að tala kannski 10% inn í setninguna. Gott að grípa fram í stöðun með svona ágiskar. Já, bara endalaust. Það er alveg talað, það er bara að vera að rengi hvern einasta motherfucking hlut sem ég læti út með. Herri, og við búum á 2 hæðum, það er barnaherbyggja yfir hæðinni og síðan er herbyggja okkar niðri og stundum, við skiptum stundum á því að fá að sofa yfir hæðinni bara til að taka solid nótt þar sem að enginn vaknar smá og ég var búinn að setja djöfull, það sniðut maður. og ég var með vekjaraklukkuna, ég er alltaf með vekjaraklukkuna inn í eldhúsi bara og ég er alltaf með síman í hleðslu bara á nóttunni og reglan er bara að taka síman ekki með inn í sælmörki. En önnur reglan. Já, og sér líka bara hvað maður er heilst eftir í dag, sko. 100%. Og síðan er ég sofandi uppi og ég er ekki búinn að, þetta var í fyrradag og síðan byrjaði vekjaraklukkan á neðri hæðinni og ég stilti hana greinilega aðeins að snemma, bara klukkan 6 og hún byrjaði bara rem og ég vakna alltaf svona og það sem, fyrsta sem ég hugsa, ég vakna bara þessi hugsun, fuck, ef ég vek barnið, skilur, það er svo ósangjant. Þannig ég er eitthvað hleypnið stígan, ógeðslega mikið lætir, eitthvað dett í stíganum og sem vaknaði reyndar ekki neitt. En ég er í þessu konstant batli við vekjaraklukkunum mína að hún öskrar á morgnana og ég vakna alltaf eins og þegar maður vaknar, þegar maður dreymir, þegar maður dreymir að maður sé að detta. Og svo, ég fær bara martru hvert einskið sem vakna. Eiginlega, já. Ói. En varandi vekjara, varandi hljóðið sjálft. Ég var með svona bara eitthvað svona, vaknaði. Það er skilvirst, sko. Það er það. Það hljómar að þannig skilvirst. Virkar 100% bara vel á mig, eða svona í flest tilfellum, en kona mín hatar þetta. Þannig að hún valdi og ég vakna bara við eitthvað jógatónlist. Svo hægt og rólega. Eða þú veist, maður á að gera, en ég sef bara yfir þetta. Þetta er bara draumatónlist. Má ég aðeins, sko, það sem er í boði í símanum mínum er bara eitthvað svona. Ég pröfa þessa. Þetta var, ég vakna oftast þið. Þessi verst, ég er svo ringlaður. Myndirðu vilja vakna með þetta? Nei. Þetta hefur verið klukkan mín, já. Já, þú veist, vaknar ekki bara í sirkus? Ég vaknaði bara pirraður. Herru, halló, við verðum copyrighted ef við spilum þetta þessi lög. Þetta er ekki lög, þetta er vekjaraklukkur. Vilja að spila meira? Ég held þetta sé gott. Þetta er alltaf lagi. Þetta var uppáhaldið mitt, sko. En síðan er sko, mér finnst þetta bara allt svo offensive. Þetta er svona eins og þeir eru allar að byrja að tælja upp karakterina í Latabæ. Er þetta ekki vekjaraklukkan sem að flestir eru með? Hvað er þetta Latabæ-lag? Vá, neina. Já, ég myndi prófa þetta í nokkra daga. Gæti það vakna ekki með bros? Þetta? Við þetta lag? Já, ég myndi vera með þetta af þessu sem þú búin að spila. Ég held þú myndi vakna, þetta er pínu pirrandi, en þetta er samt svona notaleg. Þetta er líka... Þetta er besta, mest efficient, sko. Þessi er bara að segja að þú átt að vakna. Ég skemmir lífið þetta og vaknar ekki. Já. Bara eitthvað svona. Er það að sína hvernig lag er? Gauti, ég sko snappaði og heldur áfram. Er það? Já. Að vakna við símdæmið. Nei, ég bara hringið. Já, ok. Þetta var gott segment. Má ég spyrja ykkur einu öru? Já, ég meina, sko, líka finna er að hvert einasta alarm sem ég var að setja í gang tryggar örugglega einhvern. Já. Veistu hvað er að tala um? Já, bara það er einhver sem bara, herru, þetta er hringingi mín, eða einhver sem er bara, já, bara ógeðslega hræðilega minn ykkur resku. Það er líka vont að heyra vekjaraklukuna í öðrum aðstæðum, en það er náttúrulega ömurlegt að heyra hana þegar þú vaknar, en þegar þú ert eitthvað svona bara átenda bát og þú heyrir einhverju kannski með hringingu sem er vekjaraklukkaðinn, þá er það svona... Hvað er það að gera? Þú ert með vekjaraklukku sem hringu? Já. Já, ég veit það. Þetta er... Þú fær svona Vietnam-minningar.
Mér langar að spyrja ykkur á tveimur hlutum. Bæðir, hafið þið verið með lag, eitthvað lag sem þið fílið, sem hringitón, og svo bara eitthvað lag með Kendrick eða eitthvað. Já, ég var eins með Kid Curry lag. En það er svo vond pæling að því að maður byrjar að hata lagið. Já, þetta gerst fyrir Candy Shop hjá mér. Vaknaður Nei, það er ekki hringingu bara. Jú, nei, sem hérna... Vekjaraklukku. Já, það fyndið, sko, að mér finnst... Við félagi minn búin að vera með Still Dre sem símhringingu, sko, bara örugglega bara frá því að hann fekk fyrsta símum minn og það, mér finnst það svo ógeðslega fyndið og hann er alltaf eitthvað, Ég verð alltaf alltaf pínu stressaður þegar ég hringi í þig. Í mig? Já. Okkur. Og ég lefa bara hlustundum að heyra það. Já, það er nóg hringing. Nei, þú ert komið nýtt. Þú varst alltaf með hana... Nei, veitu, er það? Ég hef ekkert skipt. Hérna. Sko þetta... Já, þetta er ég er náttúrulega hringi aldrei sjálfur mig. Sko þegar að Nóa kynnti þetta fyrst, þú veist, eitthvað svona, ef þú ert hjá okkur, þá getur þú valið lagi sem að fólk heyrir þegar að það hringir í þig, sem er geggjupæling, sko. Og þá valdi ég þetta bara fyrsta deg og hef ekkert skipt. En hvaða lag er þetta? Þetta er lag með Ghost Digital og Pétur B. Já, þetta er Ghost Digital. Ég var nefnilega eitthvað, er þetta Purko Pilni? Nei, þetta er alls ekki Purko Pilni. Þetta er Ghost Digital og held ég Pétur B. er eitthvað featuring. Þetta er gott beat. Geðið beat, það rúst að finna líka hvað þú hæpar upp spjallið. Já. Enda, þú veist, vanlega ég svara, þá eru menn orðin fucking gýra. Ég veit og þú bara blessa. Hvað fucking sögur? Nei, nú ringi mig, maður heyra hvaða lag ég með. Þú er frá með það? Já, minna það, sko. Það var lengi með, sko, Moses Hightower. Já, mér minnir að þú stundum að skipta. Þú voru að setja það á spíkar. Já. Já, nú er ég bara með dög. Já, þú bara hjáleik. Þetta á bara að vera samkvæmt lögum. Að vera með þetta hljóð? Ég vil tekið ekki annað í mál, sko. Það er bara Arnar, sem er eina aðeins sem ég þurft að hringi í nýlega sem er með, eitthvað svona lag. Ég bara fatt ekki að ég sé með lag. Þú bara... Ég bara fatt það núna þegar þeir að tala um það. Já, auðvitað, þú ert aldrei að hringi í þig. Ég fatt ekki að ég væri að vera eitthvað tillitslaus. Ég veit þetta ekkert. Nei, ok. Þetta var náttúrulega þegar Nova kom, þá... Ertu talað fyrir 15 árum eða eitthvað? Ég held að Nova kom í 10-11 eitthvað, eða ekki? Komum ekki fyrir raun, eða? Ég var að vinna... Það er fullt af fólki með lag. Ég er ofta að hringi fólk sem er með lag. Það sem ég er að segja er að Nova byrjuði með þetta. Það var ekki til fyrir það. Það var bara gamli góði sótnin. Þetta er genius, maður. Þetta er svona smá, svona on hold tónlist. Svona branding, personal branding. Ein önnur vekjaraklukkuspurning. Það er þið bara með stilliði 1 eða stilliði 8 eins og ég geri? Minnstakosti 8. Ég geri 702, 705, Já, ég er með þannig. 710. Þetta er bara svo mikið basl við konuna, sko. Ég hefði preferað það, sko. Verðum eina stilta bara 6:30 og alveg bara upp að 9, bara svona just in case klukkur, sko. En djús hakk er að ég geti lækkað núna. Ég er andjóks, ég er þú veist að fara að sína mér þetta á henni fyrr. Já, en ekki vera of spenntur og svo skal gerast fyrir mig. Já, ef þú meinar að það getur... Ég lækkaði bara of mikið. Þetta er hátt á ástæðu, sko. Það er vekjaraklukka. Já, ég vakna bara eitthvað bíp, bíp og þetta er bara svo vekjaraklukkan á neðri hæðinni. En síðan fekk ég mér, sko, ég reyndar ekki nota í smá tíma, ég notaði aldrei sömur, en ég fekk mér svona sólarklukku inn í svefnherbergið. Það er geðveikt. Sem er basically bara og þá er ég ekki vakin með neina öðru en bara allt í hennu bjart inn í á mér og maður vaknar einhvern veginn, maður er gett feskur. Ég hef aldrei prófað þetta, ég bara man eftir þetta var eitthvað smá í umræðinu fyrir einhvern örfáum árum. Það kostar ekki mikið, sko. Nei, ég held mér þessi eigi svona, ég hef bara aldrei einhvern veginn á það. En hvernig fílaði hljóðun sem kom í þessu? Ég er bara með stilt af hljóðunu. En það sem er næs við þetta er að maður, þú vaknar hægt og rólega að þetta er bara, ég held að sé bara svona frumbyggjadót, þetta er bara eins og við vöknum einhvern tíman, bara sólinn smám saman hittir augnlokin og en munurinn sem ég finn, það hefur engin áhrif á sumrin ég er eiginlega aldrei með myrkra gardínur svona alveg fyrir, ég fæ alltaf smá sólarljósina milli eitthvað, en á veturnar, þið veitir hvernig líkaminn verður eitthvað svona 1000 þyngri, klukkan 6 eða 7 morgun í desember versus í júli,
bara, veist, það ekki hægt að bera saman, sko. Nei, það alveg heiminn og haf, sko. Og ég eiginlega hata bæði. Ég þól ekki þegar það alltaf bjart og ég þól ekki þegar það alltaf dimmt. Af hverju erum við ekki bara með dag og nótt? Hvað er það? Hvað er það konsept í líf okkar? Það er ekki til á Íslandi. Nei. Það er eitthvað sem þegar maður tekur eftir þeim fyrir útlanda, ég dyrka, það bara venjulegu dag. Og maður er ofta eitthvað bara, er þetta alltaf svona? Já, þetta er alltaf svona allstar á plánutunni. Þeir bara eru á svo heimskulum stað. Já. Þetta er náttúrulega hefur alveg massíf ári. Ég held samt, við værum ekki til í að breyta þessu, við værum ekki til í að breyta hitastiginu í Íslandi, af því að það myndi mót okkur. Við værum ekki karakterarnir sem við værum ef það væri ekki fyrir þetta fucked up solar bullshit. Að við erum bara svona orðin harðari fyrir vikið? Nei, ég held að við séum bæði glaðari og þunglindari fyrir vikið og þar leðandi jafnast þetta út bara? Eins og bara fyrir til dæmis fyrir sko, mér finnst ég semja dýpri texta á vetunar heldur sömn. Meira ljóðskáld. Já, þá fer ég meira, þá fer ég leita í meira. Ég fíla veturinn, sko. Já, ég kann ágætlega. Ég fíla ekki millibilsástandi sem við erum í núna, sem rok og rigning og það er engin snjór. En leið okkur með snjór og fallegt og jólaskreitingar og allt það dæmi. Af hverju byrjum við ekki bara jólaskreita bara leið og sumar er búið? Það er komin upp sería á Svalirnin heima með mér. Af því að bara við vildum bara byrja snemma. Ég er búin að setja upp jólatré í stúdíónu. Já, það er gott. Ég sá það eitthvað jólatré hérna frammi. Mér finnst það alveg bara mikið mood. I like it. Það ekki? Jú, ég sé jólatré og mér líður betur. Það er bara ekkert flóknara. Bara ég sé jólatré og mér líður pínu betur en áður en ég sá jólatré. Hafið eitt sem ég kalla jólatré grenitré? Alltaf þegar það er ekki jól. Ertu að meina bara þegar þú sér grenitré bara út í náttúruna? Segir ekki jólatré. Já, gera það ekki? Nei. Ok. Ég skil alveg hvað þú meina. Þrýhyrningatré. Já, ég var alltaf bara, sjáðu jólatré. Ég lærði bara hvað þetta Finnst þér grenitré bara út í viltir í náttúrunni vera jólaleg? Já. Það er þetta geggja, ég hef eiginlega ekki spáð í því. Bara á sumri til og það er bara... Þannig þú fyrir Öskjuhlíð. Eða í Elliðaárdalinn. Við skulum byrja á því að ég er ekki það mikið þar, skilum mig. Hafið farið í Elliðaárdalinn eitthvað nýlega bara að labba? Já, hlutárunum daginn. Ég myndi segja að Elliðaárdalurinn væri gettó skóana. Myndirðu segja það? Það er þannig, veit ég. Hvað mennur þau? Sko, ég var að labba í Elliðaárdalinn daginn og það var ógeðslega mikið að drasli. Það var mikið sketchy liði á ferðinni. Hvað meinar með tölum aðeins sketchy liði sem var á ferðinni? Ok, á ég tala um sketchy liði sem var á ferðinni? Ég er svo til í þetta. Hvar varstu líka í Elliðaárdalnum? Var það rétt hjá Fætt og Hólíkirkju eða? Nei, ég var ég labbaði, ég lagði hjá þarna húsinni sem er búið að vera tómt í 1000 ár, þarna appelsínugula orku. Já, ertu þar? Sem ég man ekki eins og hvað það er, veistu eitthvað gamalt orkuver eitthvað. Já, ég hef bara heyrt það líka. Rauðabyggingin sem búið að vera. Það sem ég skaut upp myndbandið. Skutu það inn í því? Já, eða 2 plánandi myndbandið. Ok, geðveikt. Er það inn í því hús? Já, það er cool hús. Já, mjög cool. Já, allavega, sketchy lið. Já, ég lagði þar, labbaði síðan yfir í bara inn í þann partí raun og veru af Elliðaárdalnum og við vorum bara eitthvað, ég og Stella smunum okkur nesti og vorum eitthvað aðeins að labba og... Var þetta bara, þú veist, miðjan dag og sól eða eitthvað? Ekki sól, en þú veist... Góð dagur, fallegur dagur. Já, fallegur dagur, hann var nú alveg fallegur. Og síðan eru við sko í fyrsta lagi eru svona úlinga eldstæði út um allt. Veistu hvað ég er að tala um? Já, sketchy eldstæði. Já, það sem er búið að bræða flöskur og samt ekki, ég er ekki að tala um búið til harsspeglu, sko, það er bara búið að bræða hluti og kveiki í þeim og líka alveg ekki hass, skilur það er bara, ég sá reyndar ekkert þannig dæmi og síðan bæta því við síðan sitjum ég sá ekki engin ummerki það en sannlega voru menn að reykja hass þetta eru bara aðstæður sem ég hefði reykt hass í, skilur það var alveg svona, þú veist maður sótti þetta alltaf í skóin og maður myndi ekki reykast á einhverja frængu sinna, skilur
Svo góður staður, þú bara sér að þú ert bara eitthvað úti og þú sér einhver staður og þannig var næsar ekki hass. Í svona beglari flöskur, sko. Já. Sko, ekki eitthvað svona, þú veist, Jón á toppi esjunar eitthvað, þetta svona, einmitt, begla í einhverju rjóðri. Já, í rjóðri, þetta ekki skóur, þetta mói. Beglur finnast aðalega í skólandi. Það er bara staðurinn. Það er bara staðurinn. Það er ógst að fyndið. Og undirgöngum. Já, undirgöngum líka. Hvað viltu vera böstaður? Ef ég væri, þú veist, lögregla og myndi dýrka að bösta ungt fólk með vímuefna vandamál, þá myndi ég bara fara og labba í gegnum öll undirgöng. Á hverju undirgöng svona skeri? Gerðu minna skeri. Ég ætla að segja eitthvað frá sketch í liðinu. Já, sem voru samt, þetta var ekkert eitthvað sketch á þann hátt að ég var eitthvað helt utan að Stellu, en bara ég sit hjá einu svona eldstæði á einhverjum bekk og það er búið að bræða einhverjum flöskur og eitthvað og það eru flöskur og pulsur og eitthvað svona gamalt og þetta var það var svona eins og eftir þjóðatíð type of shit. Þetta er mikið drasl og ég sest á okkur bekk en ég gat ekki sitja á hann því það var svo mikið sós á bekknum en satt alveg á endanum og Stella satt hjá mér og það koma 3 gaurar á stuttermabólnum og í fyrsta lagi þegar það er komið vetur og þú ert út á stuttermabólnum þá ertu sketchy. Sammála. Það er enda rétt. Ég var svo reiðubúin fyrir einhverja massa fordóma en þú byrjar vel. Nei. Þú byrjar vel. Þetta er það eru 3 gaurar. Hvaða sós er þetta? 3 gaurar cirka 20-25 ára gamli strákar og þeir eru að labba og þeir labba svona fram með okkur og þeir eru allir með plastboka og þeir eru í stuttermaból í skógi motherfuckers, ekki segja mér að sé ekki sketchy herri, og þeir segja er þetta pulsa þín? Ég er, er þetta pulsa þín? Og ég er þetta pulsan mín? Hann sagði, nei, flaska. Þá heyrði ég, mér heyrðist að segja að ég náttúrulega sá að voru pulsur og hann segi, þetta er pulsu þín og ég held í alveg tala að gaurinn var að spyrja ertu búið með þessa pulsu? Má ég fá hana? Og ég var alveg, eitthvað flaska er þetta flöskurna þínar? Og hann bendir alveg svona 5 metrum frá mér í eitthvað eldstæði þar sem er bara sós á pulsur og fucking flöskur og ég var alveg er þetta tala flöskurnar sem eru þarna í eldstæðinu? Nei, bara gjörðu svo vel, hann bara, yes og þeir taka flöskurnar bara er það að samla flöskum, bara pening og halda áfram og ég spurði bara hreins umhverfis út að blokka nei, af því þetta spurði ég ég sagði, strákar, vil ekki taka rusli líka? Nei ég fá enga pening fyrir það? Nei, og þess vegna en hvað, varst þú eitthvað að tína bröst? Þetta er að tína flöskur bara bensinstöður svo velið fólk maður svo fyrir venjulegt fólk á bensínstöðvar að tína upp dásir nú er ég ekki sko, það er fullt að liði sem að algjör stilt skilur fara að nýta og safna dósum og sumir ekki penning og fara þetta en goddammit ekki spurja eitthvað fjölskyldufólk hvort það eigi eitthvað pulsuflöskur áttu sér pulsuflöskur þú veist, pælti að fara að veiða fugla í vatni, skilur mig þú veist, mér það sem ég meina er bara eitthvað hey guys, við erum að fara að safna okkur fyrir dime bag og já ok, ég er með mission, við sækjum bara flösku fyrir maður tínum flösku kíkjum út í mó hvað heldur þessi mikla er það 500 flöskur eða voru þetta svona 6 eins og ég sé fyrir mér hvað er að fyrsta sem þið haldið að þessi gaurir hafi verið að safna sig fyrir? Dime bag nýju hjóli og svo mikið að fara að safna þessu svo þau getur beiglað aðra flösku alveg 100% heldur að það er að vera að safna eldi við til þess að geta búið til beiglur heldur að það er bara eitthvað við skilum öllum flöskum já, við getum ekki gert beiglur ég var að segja ykkur eitt fyndi bara að sæta mig ég var að labba Laugaveginn í gær með Ólafur í Barnakerru og það labbar útigangsmaður í svona kraftgala og reykja síku og fullur og hann er líka með barnakerru nema hún er full af dósum og gaurinn lappar fram hjá minni barnakerru og svona beygir sig niður og kíkir inn í mína barnakerru og ég var alveg þetta er bara sonu minn og mér fannst þess að hann væri að dæma mig eitthvað býtu, ertu með barn í barnakerru? Nákvæmlega var hann ekki eitthvað svona tjekk á típun næs, það var gott að þetta er góð vakt já, það er að geima dósir hér og dósir hér já, fáránlega gott Nei, mér finnst þetta bara svo komist moment að vera eitthvað með barnakerru og
tjekka, býtu, Já, hvernig er þessum gangi að safna dósir? Ég sé enga dósir. Það bara eitthvað barn í hana. Af hverju geymir hann barn í dósakerfi? Hann eitthvað að tala um vini sín eitthvað. Ég er svo gaur sem geti barn í dósakerfi sín. Hann í sínu podcasti. Já. Barn í dósakerfi. Það er ógeðslega fyndið. Þetta er allavega niðurstaða mín á því af hverju Elliðaárdalurinn var svona dálítið skemmt. Ég held þú að hafa bara hitt úlinga sem voru að tína dósir. Nei. Var þetta bara úlingavinnan? Nei, þetta var þeir voru í ból, það er sketchy. Farið í peysustrákar. Já, og líka, þú veist, verið með svarta ruslapóka í staðin fyrir litla póka. Þeir voru með 3 litla póka, sko. Þeir voru líka svo Það er verra heldur svarta ruslapóki. Svarta ruslapóki ef þú mætir með svarta ruslapóka, þá varst að fara að vinna. Ef þú ert bara með hagkúspóka, þá varst bara að taka 2 flöskur og fara heim. Já. Og allir með sikkur Ég er bara spá hvað maður fær mikið út úr í að taka eitt svona svartan ruslapóka. Nei, bara, ég er að tala um bara hvað, það gjörningurinn að fara út úr húsinu sínu úr Breiðholtinu. Þú ert ekki með gott tímakaup, ég get ofað því. Nei, og labba Elliðaárdalinn til að fara að finna út úr þessum málum, sko. Já, þetta er góð hreyfing. Græðir, lélegt tímakaup, en góð hreyfing, þú veist. Fín hreyfing. Talandi um hreyfingu, strákar. Þá fór ég út að skokka að gera. Ok. Fyrstu blóðbræði í hálsinn? Nei, ég hef ekki hlaupið síðan ég var barn. Og ekki nema bara okkur hlaupabrætti og hvað. Ég líka hef ekkert verið mikið að hlaupa undan neinum. Aldrei að flýja. Og ég fór út í gær að ég ætlaði að fara að hitta félaga minn og taka einhverja æfingu en síðan tókum við ákvörðunum að það væri ekkert sniðugt, það má ekki í raun og veru. Nei, 2 metra regla eins og er núna er ekki cirka 2 metrar um mynd? Nei, kannski 1,5. Já, frá ansleiti frá munnar til munnar. Já. Og ég fór út og ég hugsaði bara, mér langaði samt að hreyfa mig og ég fór bara út og ég byrjaði bara að hlaupa. Ég bara Forrest Gump, skilur, ég byrjaði bara að hlaupa. Og hættir ekki? Vissi ekkert hvað, ég er ennþá að hlaupa. Ég elska að byrja að hlaupa, það Forrest Gump. Er það ekki hægt að hlaupa? Var það ekki hann einhvers stað byrjaði að hlaupa? Já, það byrjaði, ok, ég ætla ekki að trufla, þú byrjaði sem Forrest Gump, ok, þú ert að hlaupa. Ég hætti vissulega að hlaupa á einhverjum tíma. En að segja af hverju ég var eins og Forrest Gump að því ég kom mér síðan fyrir á bekk. Já, ok, með konfettkassa. Nei. Þú veist að, Forrest Gump hljóp ekki bara, hvað hljóp áttu Forrest Gump líka lengi? Bara í svona ár eða eitthvað? Djúsum lengi maður. Já, hann kom ekki eitt sítt hár og skegg og eitthvað, fullt af fólki eftir honum. Og ripnum skóm og heitir Bubba Shrimp sem er alltaf besti karakter bara. Já, hann er góður. Hann var mjög góður. Allavega. Kynntist í stríðinu. Já, ég ætla bara að segja ykkur frá, ég hljóp og sko, niðurstaða mín er að þetta er það leiðilegast sem ég gert. Já, ég er eiginlega sammála, sko. Þú verður að vera með vandamál til þess að fara að hlaupa, sko. Þetta var ógeðslega Ég held að ándjóks. Þú verður að vera með eitthvað frustration og bara hlaupa. Já, það ætti að vera einhver, sko. Nei, það er náttúrulega fullt af liði sem talar um eitthvað svona runners high og eitthvað og veist að það sé bara... Já, hei, augljóslega ekki búin... ok, ég tekja að segja. Hafið prófað að reykja bygglu? Halló? Það er sér að segja. Ég held að þetta er 2 hópar, ég veit ekki, þetta eru 2 hópar sem skarast lítið þeir sem að hlaupa og þeir sem að reykja bygglu. Við skulum hafa á hreinu að ég held að þegar fólk er að tala um runners high og þið líði vel til jóga og svona, það sé ekki að líka þér saman við að vera í heroinneslu. Ég held að sé basically bara að tala um bara eitthvað líkamlega. Já, eitthvað svona adrenalin kick, maður þekkir það svo sem alveg. En er fólk að hlaupa? Ég fekk blóðbragð í munninn, hljóp og satt síðan á bekk og öskraði út í náttúruna life is like a box of chocolates einn með sjálfum mér eitt varandi svona runners high life is like a box of chocolates eru hlaupar að hittast hlaupa gett mikið og fara síðan bara setja sér fram Family Guy eða eitthvað Já, með bara fá munchies og eitthvað. Já, veit ekki hvað. Þú veit það í runners high. Já. Það eru hlaupar bara eitthvað. Dude. Með eitthvað svona riffraff gleru. Já. Er það ekki málið? Maður ætti kannski bara, næst þegar maður fyrir á djammi, bara hlaupa neyri bæ og fara sér bara vorum að ræða daginn. Þú veist, þetta með að ég hleyp heim á djamminu. Það er, já. Þetta er ástæðan. En þá er það ekki bókstæla, þá ertu að flýja vandamál.
Þá ertu bara að flýja að borga taxa. Ef ég hleyp Já, til dæmis já, þú veist, ertu ekki alltaf þegar þú fer heim að jammin, ertu þá ekki að nei, þú ert ekki að flýja vandamál ég veit það ekki Og ég þegar boys, má ég, svo við svona, förum ekki of langt off topic. út af sporinu Já, þá langaði mig að halda áfram með það sem við vorum að gera í síðasta þetta það er flott, þátturinn okkur þálnaður. Það? Já, ok Rúmlega Og hálnaður. þá ætlum ég ætla fyrst að spila intro-lagið Meðan podcastalinn horfir á mig, þá skal ég pissa nú út gluggann. Þá skal ég pissa nú út gluggann. Gauti var að segja eitthvað. Það sem við Ég get ekki allir svona hósta í kór síðan. það sem við byrjum á í síðasta þetta, við vorum aðeins að fara yfir bara yfir skilabóð sem við erum verið að fá inn á akkántan okkur. Ég vil hvetja fólk til þess að senda okkur fleiri skilabóða því að við ætlum að gera þetta reglulega, að taka fyrir hvort sem það séu þið að senda okkur vandamál sem við vilja að við leysum eða bara með einhverja kenningu eða bara eitthvað goddamn topic. Já, og líka, veist, þetta er allt ekki en svo munum við koma til með að verðluna svona frumlegustu skilabóðin, eða það er eitthvað vídeo af ykkur eða eitthvað lag eins og þessi gæi. Eru ekki sammála því, Jú, en hvernig ætlaðu að veluna það? Bara með lagið hans búin að spila bara endalust. Þetta verður bara á Spotify bara. Já, þú menna það? Já, menn þetta er bara vinsælt lag núna. Já. Meðan pakka. Og ég líka, ég vil hvetja þarna, ef það er einhverjir upprennandi producers out there að taka þetta Það og verður gera verðlauna, eitthvað með það. Ég væri sko geðveitt til að heyra remix í næsta þetta. Á ég að byrja? Já. Hér er skilabóð. Geggjaði þáttur, algjör veistla að mæta á vakt og sjá að maður á þátt inni. Nice. Topic hugmynd. Einhvers staðar í heiminum er manneskja í draumastarfinu þínu. Og hún hatar að mæta í vinnuna. Er þetta álfakurinn aftur? Nei. Svipa rödd og svipa orðalag. Manneskja í draumastarfinu þínu og hún hatar að mæta í vinnuna. Nú eru Gauti og Arnar, sem er með andlit, í draumastarfi margra. Er það bara aldrei leiðilegt? Eiga þeir eitthvað draumastarf? Hafa þeir unnið venjuleg störf sem þeir geta nota til viðmiðunar? Eða er þetta bara venjulegt fólk í þeirra huga og bara eina leiðin sem þeir fóru til að bring the bread home? Keep on keeping on. Þannig að basically þess að vera að spyrja Hann er að segja að það að vera hér í podcastalinu sé draumastarfið okkar. Já. Eða það að vera tónlistamenn. Ég held að er ekki rappari og Jú, nú eru Gauti og Arnar í draumastarmarka, er það aldrei leiðilegt. Ég skal byrja að segja að núna eftir að COVID skall á þá hef ég aldrei metið vinnuna mína jafn mikið. Ég hef aldrei áttað mig jafn mikið á því hvað ég dýrka það sem ég er að gera. Ertu að meina tónlist og koma fram á það? Ég er að tala um tónlist núna því að sko podcastalinn algjör snild en við getum nú ekki sagt að staðan sé svo á okkur núna að við erum ekki að þessu verið peningin, við getum orðað það þannig. Að segja hvað, við erum bara að fá mikið fyrir podcastalann. 0, við erum í mínus. Podcastalinn kostar bara pening. Skuldum fólki fyrir það sem við erum að gera hérna. Við erum bara að þessu, þú veist, út af þetta er svona therapeutic ástæðum. Bara fara út úr húsi og hitta vinsinn og spjalla aðeins. En varandi þú veist, eins og núna er ég nú er ég búin að vinna sem tónlistarmaður í 6 ára eða eitthvað, en maður þarf auðvitað alltaf að vera með eitthvað side project líka bara svo þetta gangi fjárhagslega upp. Þetta hjólar ekki sjálft, ekki 100%. Streituvaldandi. En ég vil segja, það er vissulega, það getur verið alveg ömulegt. Sko, þetta er þannig vinna að það er aldrei búið að vera veikur, það er aldrei búið að vera frí. Þú bókar á gig, þá er þetta ekki, þú ringir, þú ert að vinna fyrir sjálfa þig og hvert einasta gig er ógeðslega precious, af því þú tekur fá gig og farið ágætis pening fyrir hvert gig, en ef þú missir eitt gig út, þá ertu kannski bara fókt í mánu, sko. Ég veit ekki, nei, ég hef verið að spyrja þú veist. Hver er spurningin? Spurningin er það var líka, eitt partur af spurningunum var, hafið þið unnið eðlilega vinnu, venjulega vinnu? Já, endalaust af eðlilega vinnum. Þú, ég man eftir þér í Nóland og eitthvað svona. Ég vann lengi í Smass
og síðan vann ég í Nóland að selja föt síðan hef ég unnið sko á öllum börum bara í Reykjavík, ég unnið á Prikinu B5, Austur dönsku kráni einhver fleiri sko ég var Varstu ekki að húrra eða eitthvað? Jú, nei, ég var að Dolly myndi það Þannig ég var barþjónn alveg heil lengi og ég raun og veru sko hætti ég að vinna sem barþjónn til þess að fara að gera útvarpið með Arnari á sín tíma. Það var síðasta vinnan, það var svona það sem að ítti mér algjörlega frá því að vera í, ef við ættum að kalla hefðbundna vinnu. En spurningin líka þetta venjulegt starf? Verður þetta venjulegt starf? Og þetta verður vissulega venjulegt starf, en það er gott frelsi, sko. Sem að fylgir í að náttúrulega vinna fyrir sjálf og sig og geta einhvern veginn ákveðið allt sem maður á að gera, skilur, og ég er bara ógeðslega þakklátur fyrir allt sem maður að gera. Arnar, viltu bæta ykkur við þetta? Það var flott, sko. Ég var alveg til að heyra eitthvað svona venjulega vinnu sem þú unnið. Já. Varst þú ekki eitthvað í fiskinum eða eitthvað? Hvað var það? Nei, ég vann í Rækju versmiðinni á Sauðárkróki, ein jól samt bara. Nei, ég vann lengi vel sem stuðnisfulltrúi með einhverjum á heimilum og á annars konar stofnunum og það var mjög gaman, góður í því. Og svo sko þegar ég var á Króknum, þegar ég var á Sauðárkróki, þá lærði ég sko, ég á 3 einingar eftir til þess að verða, og náttúrulega sveinsprófið, ég að vera smiður. Nei. Jú, ég ætlaði bara að vera smiður og ég ætlaði bara að búa á Sauðárkróki og fara í byggingavinnu. Og vann þá í 3 ár í byggingavinnu. Ok, og hvað? Það er mjög, og svo vann ég vann í Steinulluversmiðjunni á Sauðárkróki, það var geggjað. Vá, ertu 50? Já. En spurningin er eigið eitthvað draumastarf? Er eitthvað sem að eitthvað langa alltaf að gera, er eitthvað sem að, er eitthvað, Ég er alveg með eitt, sko. Ég var til að, það er draumur mér að leikstýra big budget bíómynd. Ok, það er flottu draumur. Já, mér finnst það, skilja. En það... Ertu eitthvað að vinna að þessu? Já. Gæti þetta gerst einn daginn? Ég ætla að sjá það hlæðis, það er alveg gaurar að leikstýra alveg upp úr 50 og eitthvað svona, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að ég ætla að láta rætast einn daginn. Mér langar alltaf, sko, ég er mjög opinn fyrir hugmyndina að skrifa einhvern bók, en það sem er svo þægildi þennan draum er eins og þú segir, mennulega skrifa fyrstu bókina á 50, ég er bara svona meira að bíða eftir þetta gerist. Þú ættir að vera löngu fucking byrjaðar að skrifa niður bók, ég held að þú erðir geggjaðar í það sem alltaf stendur alltaf upp úr, þér er líka bara textasmíði og hversu ógeðslega dark goth þú ert. Ég væri til í eitthvað svona, ég væri ógeðslega til í eitthvað svona barnabók frá Arnari. Í barnabók? Já. Ég skal við segja saman tíma sci-fi og barnabók. Já, alveg bara... En heyrðu, sci-fi goth barnabók. Já. Þarna getur verið að hitta mitt nýs. Er ekki að skrifa barnabók er eitthvað svona sem allir haldaðir getur gerst og síðan kemur bara... En Arnar getur umverulega gerst. Kemur bara út eitthvað Lára Fell Læknis dæmi, skilur, sem er bara fucking drasl. En þú veist, er bara eitthvað sumt er bara algjört drasl. Það er bara eitthvað þrjár línur og einhver mynd með, en síðan koma náttúrulega bara svona sturlaðar barnabækur eins og Blái hnötturinn. Það er Gæsahúð 3. Ég náttúrulega las allar Gæsahúð, ég man svona ekkert hvernig að það er bara svona skemmtilega stutt og sögur. Spooky sögur, þetta var svona smá eins og þarna, hvað hétu þættirnir sem voru held ég á Stöðbums. Goosebumps, já, bara þetta var dót sem var mér að skapa þér hjá lítið, þessa bækur og svona þættir, bara svona þættir sem voru svona hóflega spooky, þú veist, þú varst ekki alveg á þeim aldrei og ætti bara að setja exorcist í tækja því að þú veist, þá varstu bara búin að eyðileggja næstu mánuða lífiðinu. Já, þú voru líka alltaf krakkar að lenda í. Já, það voru svona ævintýri. Geggjadót. Ég ætti kannski að hendi eitthvað þannig. Já. Spá í þessu. En síðan, svo fyndi ég lesa eiginlega alltaf fyrir stelpunar á kvöldin, ég reyna að hafa sem hefða að lesa alltaf eitthvað. Já. Það er til svo ógeðslega mikið að lélugum barnabókum og sérstaklega sko það er ruglað, svona gömul prinsessuævintýri og eitthvað svona dót. Þetta er, þú veist, þetta er svo sjúklega sexist dæmi. Þetta er, þú veist, eins og ég alltaf bara eitthvað konur að bíða eftir einhverju kallbergi. Nei, og líka bara, þú veist, eins og bara öskubuska.
hún bara sofandi, hún 15 ára og hún sefur bara, Hún er 15 já, hún 15 ára Þyrnirósa? já, Þyrnirós já, hún bara sofandi, þá kemur eitthvað gaur og fyrir sleiku hana og þá giftist hún honum sagan bókstaflega, það kona sem stingur hana með einhverjum vennum, hún sopnar og síðan 100 ára senna, þannig hún raun og veru 115 ára Sefur hún í 100 ár? Hún sefur 100 ár En byrju, dvergarnir eru í... Það í Mjallhvít hún sefur líka Þú ert í Þyrnirós hún sefur líka, þá kemur eitthvað gaur og fyrir sleik við hana þetta allt bara einhverju menn að þröngu sér í sleik við einhverju konur til að vekja þær Þetta creepy, sko Þetta og þetta alltaf, með svo fyndið, hver einasta saga hvort sem sé kallega konu endar á því að annarkvort prinsinn svo heppinn að fá fallegu drottningun, fallegu prinsessuna eða prinsessan svo ótrúlega heppinn að fá þetta alltaf svona eða hann breytst í frosk já, síðan farið í sleik við froskin þetta alltaf, þau alltaf í sleik við eitthvað dýr og dött sko, þetta eru náttúrulega gamla sögur og ekkert sérstaklega vók en hvernig til dæmis af því að núna hef ég ekki séð Frozen en það til dæmis nýtt prinsessuæventýri hvað svona, það eitthvað meira svona konur empowering dogs já, þá eru náttúrulega konur í aðalhlutverki allavega í Frozen-æventýrunum en nú hef ég ekki alveg vitneskjuna í það að geta greint nákvæmlega Frozen en það náttúrulega samt svona meðist öll markasetning til dæmis í kringum Frozen vera og þá ég ekki endilega að tala eitthvað svona sexist liðin heldur meira bara það er verið að markasetja þetta hræðilega onni börn, það bara allt í henni seriós með Frozen pakningum og það er svo mikið merchandise og mikið Disney kjaftaði verið að tróða en var það samt ekki miklu meira, þegar við vorum yngri þá voru auglýsingar fyrir, núna náttúrulega má ekki einu svona auglýsa, dót fyrir börn í sjónvarpírunni á þeim tíma sem börn að horfa á sjónvarpið, en þegar við vorum litli þá var bara, bæði meira af auglýsingum í sjónvarpinu þegar þú varst að horfa á barnatíman og bara kom auglýsing bara þetta fucking shit komið, þessi kall, þessi fucking flugvél þetta sjórningaskip, þú verður að eignast þetta sjórningaskip, þessi prinsessa en núna sér það ekki þannig og líka bara þegar að þú talar morgunkotnið og eitthvað morgunkott var miklu meira ekstrím þegar það voru alltaf fullt af tölvuleikjum og dót sem að safna á dót inni var það ekki gaman samt? Það var nefnilega bara fucking myndi kókupás rörunum já, sem var líka skeið svona funny straws púslaðum saman þau voru sko ekki úr pappa maður spyrir ykkur eitt út í Frozen þarna, ég hef ekki séð þær en ég hef séð pósterið ég heldur ekki séð en þú hef séð pósterið þú sé svona ásýndan á þessu já, ég sé Snjókallinn og Ólafur en það aðalega Elsa og ég veit ekki af hverju, mér er alltaf eins og aðalpersonu í þessu mynd sé að fara að taka þátt í Eurovision já, ég veit hvað mennur eða það ekki? Bara, svona blár, glimmur kjóll eitthvað var það punkturinn? Já, þetta bara, ég hugsa svo mikið bara er Frozen bara snýstun að hún að fara á okkur sýningu, skilurðu? Nei, það snýst ekki það, ég held að það er eitthvað fastar inn í einhverjum frostkastala og í Frozen 2 er eitthvað að leita frostmömmu sinni og eitthvað. Af hverju er hún ekki í úlpu? Já, ég veit það, ég skil það ekki, það er ógeðslega kalt alla myndina. Mér finnst þetta ekki góð fyrirmynd fyrir stelpur. Bara með varandi það að vera kalt? Já. Frozen og svona Er hún með einhver svona krafta, er það málið? Það er svona höndlar hún enn kvölda. Gauti, þú hefur séð þessa mynd, þú ert okkar eina heimild við erum bara að kísku út í bláin. Á ég segi ykkur eitt ógeðslega fyndið, ég hef búin að fara á fullt af barnamyndum í bíó með stelpunar og ég bara lakka út. Ég lapp út af myndunum og ég bara, hvað gerist í myndinni? Á hvaða myndum? Ertu bara í símanum eða hvernig? Nei, ég horfa á alla myndina en það er svo heili minn sé bara kling, bara ég fór á Trolls 2 sem að ég leik í Finnst þér hefur ekki gaman á svona teiknumyndum? Jú, ég er mjög gaman að fer þetta í hvort það sé Pétur Kanina eða Trolls 2 Er Trolls 2 góð? Já, hún er nei, ég verði náttúrulega að segja það því ég leiki henni hún er alveg eina sem að minnst böggandi við Trolls 2 það er svo mikið í gangi, það er aldrei ekki lag En ertu með eitthvað rödd í henni? Já. Má ég heyra hana?
Ég er bara með mínar ég er ekki með ég er ekki með eitthvað svona rödd ég er ekki með tröll hérna sem Þetta er algjör Halló Ég held sko ég geti verið geggjöður að tala inn á svona barnamyndir Já En nei, ég talaði bara svona ég á sko að vera Anderson Paak hérna, ég er að tala fyrir hann og við erum með, ég var kastaður í það því við erum báðir Þið er alveg með svipað rödd Já, því við erum báðir með svona high-pitched hérna, ógeðslega erfitt að Líka með sexy raddir Já, þakka þér fyrir Erum viljið næsta tópika? Já Sælistrákar Langar að segja ykkur fyrst og fremst hversu mikla fyrirmyndir þið eruð ekki bara fyrir börn heldur líka fyrir unga foreldra Já En ástæðan af hverju ég er að skrifa núna er vegna búningamartraðar Litla systir mín var 6 ára og henni var búið í ammali. Nema hvað, vinkona hennar sagði henni að þetta væri náttfatapartí í ammalinu. Svo fór hún og systir mín var mjög spennt, mætti í náttfötum, síðan var hún eina sem mætti í náttfötum. Svo marga spurningar sem vakna örugglega fyrir foreldra ammælisbarnsins. Líka ömurlegt fyrir systir mína en shit hvað þetta var fucking fyndið. Býtu Mér varst ekkert fyndið þetta. Nei, Býtu, var einhver að halda upp á ammali og sagði eitthvað, það er sko náttfatapartí og svo mætti einn í náttfötum? Já. Bitch. Já, nasty. Þetta er, ég myndi segja að þetta væri bara dálítið ljótt. Ánægð með bróðurinn satt ekki að þetta var drullu fyndið. Ég sé fyrir mig svona 16 ára gæja. Líka með hérna, ef þetta spila ykkur svona leiki á barn, ef þetta er barn sem er að mæta í afmæli og það verið að stríða og maður tekur alveg eftir, það er svona einelt stót, þetta er ljótt og leiðilegt, en ég get sagt ykkur svipasögu að þegar ég var að vinna í Smass, þá var mér boðið í búningapartí heima á Sigga frænda mínum og þetta var sagt, goth party Flott. Nema ég fann á mér að það var eitthvað funky í gangi Já. og mæti venjulegur og þá er allir venjulegir Já. þá voru þau að reyna að láta mig sagt, Varst þú nýjigurinn? Nei, ég var búin að vinna einhvern tíma sko þau voru að reyna að láta mig mála mig upp sem goth Þetta er fyndið leið og þetta er orðið sko einhelti á fullorðna Þetta hljóma bara, þú veist, eins og sprall hitt hljómar kvikindislegt Já, hitt er eitthvað svona, ég get ímyndað mér þetta svona stelpuhópur, þú veist, 10 ára stelpur þú veist, 9 Getur bara breytt bara stefnu bara í lífinu, skilur Ég held að getur bara fokka manneski upp Já. Ég held það nefnilega líka, þú veist, ég er bara svona hvað ég að segja þetta, af því að núna það er bara, þú veist, einhelti búið svo mikið umræðinni og þetta er svo mikið vandamál á Íslandi og það er verið að meira og meira fjalla þetta og þú veist Hafið þið eitthvað svona ómeðvitað hálfpartinn lagt eitthvað í einhelti að tekið þátt í þeir sem krakkar Já. og gleymið þið eitthvað tíma Nei, sko, það er fátt að við þetta sko. Ég hef beðið hérna 2 manneskjur fyrirgefningar Já, ég hafa staðið hjá Sko, einn strákur sem að ég sko þegar við vorum í grunnskóla þetta var svona, hann var ógeðslega duglegur að læra og maður svona, hann var kallað kennarasleikja og hann var alltaf að sjá til þess að allir, hann var ekki neinu gleymt og svona Var hann kennarasleikja? Nei, ég er að segja, við kölluðum hann kennarasleikju í dag myndi ég segja bara hann hefur verið goddamn fucking duglegur Ábyrgur, flott og ábyrgur Bara forstjóri ekki núna Já, hann er reyndar bara ógeðslega flott og gaur í dag ég vil ekki nefna nafn, bara til eitthvað henda ykkur undir rútuna en ég hitt hann síðan einhvern tímann á djamminu og tók undir liðar og þú veist, baðist afsökunar á því að hafa mögulega stöðlaði að hafa verið valdur þess að honum hafi liðið illa og hann bara var sáttur með það og þetta er sko, ég man eftir nokkrum keisum sko, bara því að hann var að spyrja, þú veist, hann var að segja okkur þetta og er að leita einhverju viðbröðum og allt það þú veist, að þetta er náttúrulega bara straight up kvikindislegt og lyktar af einhelti og það sem að mér finnst bara með þetta, þú veist, bara þarna og í skólakerfinu mér finnst að ég bara mæti þessu af full fucking force þú veist, þar sem er einhelti til staðar þá á bara að uppræta það bara næstu í bara af off-force, fattar þau? Ég held að þetta fá að vaksa af því að læknar er ekki, læknar, bara kennarar eða skólar er ekki að taka nóg miklu ábyrgð, foreldrar er ekki að taka nóg miklu ábyrgð, þú veist, það er mikið talað um þetta, en það þarf bara að
eins og þarna ættu að tala við foreldrar barnsins og foreldrar barnsins ættu að trúa því sem að barnið að gerði af því ég held líka að það lendi oft í að þeir sem eru gerendur að þeir að tala við foreldrarna eða ég veit ekki, kannski þetta ekki útskýrt nógu vel fyrir foreldrarnum eða þá að þeir trú ekki að barnið sitt sé fært svona mikla ilsku en það þarf að koma foreldrunum í skilningu að barnið að sé fært þetta því að krakkar eru kvikindislegir það þýðir ekkert endilega þeir séu vondir eða verði vondir en þeir eru að vera vondir þú veist, það að gerast og það á bara að mæti svo að full fucking force og þá enginn að komast upp með að leggja einhvern einhelti án þess að bara, ég segi ekki refsa en hann á að finna fyrir því að þarna gerður eitthvað sem þú átti ekki að fucking gera Ég held þetta sé að þetta er oft þetta er svona, þetta er náttúrulega tricky situation þegar maður er barn og maður veit ekki, maður þekkir ekki sko mörki sín og sér fyndið bara eins og mig Ég held að krakkar finnið alveg að þeir sé að vera eitthvað vondir en þeir fá líka kikk út úr því að hópurinn er þá með þeir í liði og þú veist, það er svo, þú fær eitthvað undarlega góða tilfinningu á því að vera vondur en ég held að þú sopnir ekkert á kvöldin og þú veist, líður vel með það þetta er bara, þú dettur ína karakter þegar þú mætir í skólan og þú veist, þú finnur fyrir pressu til að vera svona líka að það bara, það er að mætir sem er fucking eld og brennist Síðan er þetta líka sko það að standa á hliðalínu það að standa á hliðalínu getur verið líka alveg jafn slæmt og eitthvað annað skilur að gera ekki því og ég held sko að meiri hlutin af því einelti sem að mér finnst ég hafa verið valdur af er basically bara ég gerði ekki fucking shit skilur og það sem ég er að meina er að það á að gera fucking shit vera pína eitthvað lið bókstala bara fokka, feita, lussa eitthvað svona dæmi og maður var bara ég ætla ekki að blanda mér inn í þetta því ég vil ekki lenda í þessu en þetta er já, þetta er 100% eitthvað sem að það ætti bara að vera eineltis fræðingur eða bara svona nánast eineltis lögga skilur á göngum næstu því sko þetta er einhvern veginn, það er svo skrítið með þetta að hvernig er einhvern veginn refsað fyrir hluti þar sem að þú veist eins og að ég myndi kýla því andlitið þú er með marblettum, mér er refsað fyrir það en ef ég myndi leggja þið einelti og tortíma þeirra innan það er einhvern veginn slætar alltaf það slætar þú veist, á meðan að, þú veist, á glóðuröður, það gróir og ég með það er bara eitthvað partur af náttúrunni að vera kýldur og eitthvað, en hitt er bara ónáttúrulegt og eyðilegur alla. Já, og mér manga bæta einu inn í þetta, það er að fólki sem lendir í einelti, ég nefnilega var að hugsa daginn að ég man svo vel eftir dæmi þar sem að hafa boðið, öllum bekknum var boðið svona afmælisveislu og svo þóttu öllum mjög fyndið að mæta ekki. Já, sem er bara ímyndað hvað það er mannskemmandi fyrir elsku barni, sko, sem að... Nei, þú veist, ef ég hefði lent í þessu að vera að halda upp á ammæli þegar ég var lítill og vera að rekna með því að það væru gestir á leiðinni og vini mín og eitthvað og enginn myndi mæta, ég væri ennþá í rusli. Ég er nefnilega held það í alvegni og finna við þetta er að ég man ennþá eftir þessu, mér líður ennþá illa yfir þessu og það var ekki þess að ég hefði skipulagt þetta. Þú mættir ekki? Nei, ég bara mætti ekki og ég man eftir því að svo kom þessi stelpa og mammenar með. Þetta er meira svo sko bara til að hendi þessu aðeins svona léttanóti, bara að þetta gerist í Simpson-hætti þegar Nelson er að halda ammæli og hann er svo mikill bulli að allir ákveða að mæta ekki og þá endar hann grátandi með þér. Já, en þú veist, ég nefnilega held að þetta hafi svo ógeðslega mikil áhrif og en svo... Ég held að sé erfitt að setja það í orð hvað þetta... Ég er alveg sammála, ég held þessi ennþá að díla við þetta þó að það er ekkert engin ummerki sem gefa þetta í kynna, skilur mig en það sem fekk mér að hugsa var af hverju þessi stelpa, skilur er það ekki bara einhver, þú veist það var, in hindsight, það var ekkert aðsögavert, skilur sorry, við getum ekki, á sama tíma og við fullorðna fólkið erum alltaf að taka fyrir einhverja eina fucking manneski í fjölmiðlum eða samfélagsmiðlum og jarðalið og þetta náttúrulega er, heimitt, það er enda góðu punktur svona í framhald af þessu bara það er bara einelti og mér finnst að fólk oft sko átta sig ekki á því hvaða er að það er ekki að eiga málefnalegar umræður til dæmis segjum að einhver misti í sig eða er með ranga skoðun eða whatever og ég er ekki að segja að það með ekki tækla það með einhverju umræðu en þegar fólk er tekið fyrir og það er bara svona jarðað í raun og veru í fjölmiðlum og lagt í einelti, mér finnst við líka bara ekkert vera að setja neitt rosalega gott fordæmi fyrir krakkan okkar og því miður verður alltaf bara fullt af fucking skítalum þarna úti sem að kunni ekki alveg upp börnin sín en að þarf að tækla þetta á meðan krakkar eru ungir og
bara útskýra fyrir þeim sko, hvað afleiðingar þetta hefur til framtíðar sko. Þetta hella dæmi. Voru ekki þarna, því að þessi byrjaði að segja hann svo fína fyrirmyndi, voru ekki að vera fína fyrirmyndi þarna? Það er augljóst hvað við stöndum. Herru, basically, ég ætla að fara í næsta, það er þessi mynd sem við fengum senda og ég vil á að setja hana hérna upp. Já, fyndi búningurinn. Þetta er að síðast það sem við ætlum að tala og síðan reynum við bara... Já, einmitt, þetta er senast, Salka er að snappa, sko. Já, en það er Salka er að snappa. Málega, við komumst alltaf að gera... Sorry, Salka. Við komumst alltaf að gera svona 3 skilaboð. Bara flott. Er Salka að fara að hitta Jófunu? Því það er, sko, Jófuna er eitthvað press á mig líka. Nei. Hitt ykkur pýr. Nei, hvað býr? Nei, Róla, Það er ekkert hittast, það er COVID. Að því að við vorum að tala sniðu að búninga, þá bjó ég til þennan búning þegar ég var 12 ára. Og hér er myndin, og ég vil á fyrst sýnir myndina bara af búningnum og gefum fólki svona 10 sekundur til að reyna að fatta. Og svo zoom-in. En þetta er sem sagt... Þetta er samt classic, sko. Úrað ofan, bera neðan. Ég man að gera einhvern tímann strákur þetta í bekknum mínum í grunnskóla. Mætti líka tala hversu óþolandi það er fyrir... Sama hjá þér? Nei, sama búning. Já. Þú veist ekki nákvæmlega þessu búning, þetta er ekki eitthvað sem... Nei, ég er að tala búningur sem er að ganga á milli. Teiknaði eitthvað úr hérna og... Já, úr á ofan, bera neðan. En núna sko, þegar ég sýndi þér þetta, þá sagðiru, þetta er óþolandi. Ég sagði, hvað, minnst það fucking geðið, ég dýrka svona... En hann er, fyrir Arnar væri þetta annar gaurinn sem mætti svona búning. Samt alveg yfir 20 ár. Já, en þú veist, hvar er, af hverju á ég að hrósa þessu gæja? Þú tússaðir á okkur drastlgalla. Ok, þetta er reyndar búningurinn er piece of shit. Já, minnst það bara frábær búningur. Þetta er góð hugmynd af búning. Þú sem sendir þetta inn sem er nafnlaus og því ég er mér sem búin að eyða nafniðin út. Minnst þetta bara snildabúningur, minnst þetta, þú varst 12 ára, er ekki til að skamma sem fyrir. Ég hef skrifað inn í lag. Mér finnst þetta sko, mér finnst þetta góð hugmynd, mér finnst þetta skemmtileg hugmynd, mér finnst þetta lazy framkvæm. Ég man ekki hvað ég segi í einhverju lagi. Ég segi eitthvað úra ofan eins og Big Ben. Já. Úra ofan er Big Ben. Já, þegar úra efst. Já, hann er húsa neðan. Við þykir það Mér finnst það snilt. Ég veit ekki ég horfði á það, því ég las ekki fyrst úra ofan berunum. Ég horfði á þetta og ég var að sjá þetta fyrst skipti. Það var ekki frá Söðakróki sem menn voru svona ógeðslega sniði. Ég var angótt auðvunum leiðu þess að úra ofan, bera neðan. Og ég var leið, hafið aldrei heyrt samt þetta koncept að vera þetta í búning. Hafið aldrei heyrt hennan búning einu sinni? Ég hef ekki heyrt en ég var að tala nákvæmlega svona búninga. Já. Þetta er bara nákvæmlega. Meir sem þú varst að tala svona búninga, þá var ég held ég að reyna að muna eftir þessum búning. Þegar ég var eitthvað, ég er með eitt sem er svona eitthvað svona sniður, eitthvað svona orðagrín. Strákar, af því að við erum báðir að drifja okkur og mér langar að loka þættinum á því að, sko, að því við vorum að tala frammi á þann. Ég ætla bara að opna það hérna áður en að þú mættir, það var svona klukkutíma áður en þú mættir, Arnar sem er ekki með andlit. Þá vorum við að tala ef við myndum fá gest til okkar. Já. Að fá söngvarana. Hver ætti að vera fyrsti gesturinn okkar? Og ekki bara fyrsti, bara komið þið með endilega komið með, þú veist, það eru til, þú veist, 340.000 Íslendingar og þeir einhvern veginn, ég er spenntur fyrir því að fá alla, sko. Við viljum ekki fá fólk, við viljum ekki fara að spyrja fólk hvað það var að gera, skilur við? Við viljum ekki fá svo 3 gauðra sem voru á bollunum að tína dósir, við viljum ekki sjá þá. Það er einmitt gestir sem ég vil fá. Ég vil fá bara liðina inn í umræðuna, við erum ekki að fara að taka viðtölu fólk. Nei, bara hanga með ykkur. Vil ekki vita plötur sem þú gefa út. Nei, ef þú ert tónlistarmaður þá er ég ekki að fara að tala um að þú sért tónlistarmaður. Það vita það allir. Þannig að senda okkur hugmyndir af fólki til að fá í podcastalan og við getum sett upp svona hálsæti hér. Já, það var ekki fyrir sjónvarpið. Og já, fyrir sjónvarpið og bara subscribe. Já, og bara einmitt, þetta, bara endilega senda okkur hugmyndir, topics, spurningar, vandamál, remix, ég undirstrika, ég er alveg til í remix á löguna sem að vinna með hana, það væri geggjað og kannski færðu sér dagskrálið og undirstrika það. Ekki slemt. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.